Count your fingers. What else is there to do? Ég var 21 þegar ég kynnist ektamanninum, Stefáni. Ég var ótrúlega áhyggjulaus. Ég var nýbyrjuð í háskólanum. Langaði mikið að bara prófa lífið og þá verði ég mjög óvænt ófrísk. Þetta var kannski meira svona kæruleysi. Maður segir kannski ekki óplana þegar maður veit aðeins upp á sig sökina, en þetta var ekki eitthvað sem við vorum að stefna að. Þetta gekk atburðarásin var mjög hröð eftir þetta. Ég var rosa veik á meðgöngunni, æli mikið, líði mjög illa. En hann kemur, gulldrengurinn minn, kemur í heiminn í ágúst með bráðakeisara, sem var svona ákveðin upplifun líka út af fyrir sig. Og lífið gekk bara svolítið eftir það eins og gerist hjá nýjum fjölskyldum með lítið barn og við vorum bara svona að fóta okkur pínulítið í lífinu. En árið seinna þá fæ ég aftur jákvætt á þungunarprófi. Og þetta var líka svona frekar óvænt, myndi ég segja. Við ákváðum bara að taka þessu með gleði. Þetta er bara viðbót. Við gerðum þetta einu sinni, við getum gert þetta aftur. Og ég fer í Snemmssonar og hann svona læknir þá metur, þú ert örugglega komin aðeins styttra en þú hélst og koma aftur eftir 10 daga. Og ég held áfram að gubba í 10 daga og líða illa. Og kem svo aftur eftir 10 daga og ennþá bara alls staðar, finnandi öll þessi óléttuhormón. Og þá segir hann bara svona svolítið blákalt við mig bara: þú þarft að fara niður á deild á morgun. Það þarf að greiða úr þessu þar, það er dáið. Þetta var mjög svona köld. Ég veit ekki alveg, ekki framkoma kannski, er hann bara vanur að vinna svona. En mér leið mjög illa að heyra þetta svona og upplifa þetta svona. Hafði í rauninni ekkert heyrt mikið fósturlát og ég hélt jafnvel að þau myndu bara skila sér ef það væri eitthvað af. En þetta var sem sagt dulið fósturlát, að þá heldur líkaminn áfram að dæla bara hormónum og manni líður alltaf eins og manni sé óléttur. En það getur verið dáið. Og ég fór þarna daginn eftir fastandi á kvennadeildina. Og þetta var öðruvísi upplifun en síðast. Þegar ég var á kvennadeildinni síðast, þá gekk ég út sem mamma í fyrsta sinn. Og nú gekk ég inn vitandi að ég var að missa því að kynnast nýju krílu sem við ætluðum að hafa bara bjóða velkomið. Við höfum pælt í hvernig gulldrengurinn yrði sem stóri bróðir, yrðu börnin lík. Það byrjar svona alls konar hugsanir, þrátt fyrir að maður sé komin stutt eða langt eða hvernig sem það er. Það kviknar ákveðin von og ákveðna væntingar. Eftir svona fyrsta missinn þá tók við ákveðið tímabil þar sem maður var óöruggur. Ég varð ólétt aftur, í 3. sinn ólétt og hélt þá að ég væri með svona líkurnar með mér. Ég hafði upplifað 1 missi, átti 1 barn og tölfræðin hlaut að vera mér í hag þarna. En það varð aftur ekki úr því og nú tók við í rauninni frekar langt tímabil þar sem er bara missir eftir missi eftir missi. Þegar það voru komin 3 missar í röð, þetta var yfirleitt svona milli 8 til 12 vikur, einhvers staðar á því tímabili. Ég hafði á þessum tímapunkti alltaf verið með dulinn fósturlát sem eins og ég sagði lýsa sér pínu þannig að líkaminn viðheldur ferlinu og maður veit oft ekki af því að litla krílið er dáið inn í bumbunni. Og það verður svolítið falskt. Manni finnst maður að vera að gera allt rétt og maður reynir að standa sig sem maður getur og gerir það. Maður tekur vítamín og maður passa sig og fer ósjálfrátt að kenna sjálfum sér einhvern veginn eða hugsa tilbaka, gerði ég eitthvað rangt, tók ég eitthvað vitlaust, hefði ég átt að gera eitthvað betur.
þetta getur verið mjög erfitt að ganga í gegnum svona og að hafa kannski líka ekki, maður veit ekki við hvernig maður á að tala stundum. Og síðan tókum við fleiri missar hjá mér og á þessum tíma náttúrulega er ég orðin eldri, þá eru vinkonur farnar að eiga börn, maður kannski hefur meðgönguna jafnvel saman, er settar á svipuðum degi og svo allt í einu er ekki lengur tefandi hjartsláttur á skjánum. Og þetta urðu nokkur ár eftir þetta, tóku til að gulldrengurinn minn var 5 ára. Að þá missi ég 5 sinnum í röð. Og ég var orðin úrkula vonar að hann myndi eignast systkini. Mér langaði að hann myndi eignast systkini og ég þurfti að bara fara að fá staðfestingu á því að þetta myndi ganga og ég var orðin mjög stressuð. Ég vissi ekki hvert ég átti að leita og stundum reynir maður bara að loka þetta inni og ræði þetta ekki neitt. Sumum finnst þetta að vera svona sem að maður heldur fyrir sig, menn aðrir vilja tala um þetta. Og ég held einmitt að maður gerir sér ekki grein fyrir því hvað margar upplifa þetta án þess kannski að segja frá því eða opna sig við aðra. Staðan var orðin þannig. Við vorum búin að ganga í gegnum 5 missa og ég var bara, hugsaði alltaf taka nóg af vítamínum, hvíla mig, ekki mikið koffín, gera allt rétt. Samt var alltaf eitthvað svona sem ekki gekk eftir hjá mér. Og það var líka, ég man sérstaklega tilfinninguna þegar vinkonur fóru að eiga börn, mamma kannski samferða. Hvað var svona skrítin tilfinning að maður var ótrúlega glaður fyrir annar manna hönd og upplifa gegnum vinkonu sína hvað það var gleðilegt að vera ófrísk og allt gekk vel, en að vera kannski á sama tíma alveg bugað sjálfur. Missa jafnvel í kringum eitthvað gleðiefni hjá öðrum. Þannig að maður er samgleðst, maður er samt ótrúlega dapur. Þetta var alltaf mikill tilfinning á rússíbani, þessi 4 ár sem ég missi 5 sinnum, alveg upp í 12. viku. Og tilfinningin einmitt á skjánum þegar maður sér hjarta slá, nokkra vikur í röð jafnvel og svo hættir að slá. Þetta er eitthvað skellur í hvert sinn, maður var aldrei vanur þessu. En við tók sem sagt að við fórum í svona svolítið eftirlit. Ég var náttúrulega eftir marga missa, þá var þetta bara skilgreint alltaf sem áhættu meðganga. Og eftir þessa 5 missa, þá tókum við smá pásu. Við biðum hana í smá tíma. Síðan var mér ráðlagt af lækni að taka hjartamagnil, sem sagt að þynna blóðið næst þegar ég yrði ófrísk. Og ég geri það. Og leið og ég fæ jákvætt næst á þungunarprófi, þá 7. meðgangan mín, þá byrja ég að taka hjartamagnil, samviskusamlega og er stressuð og kvíðin og mæti vikulega í eftirlit. Og það hjálpaði mér rosalega mikið. Það voru alveg yndislegar takandi á móti manni, vitandi hvað maður stressaður. Og ég hugsa alltaf á þessu tímabili hvað ég átti samt mikið, að hafa átt gulldrenginn. Átt barnið mitt, þetta eina sem ég átti alltaf að halda í. Hann vakti mig eldsnemma á morgnana, leitaði að Nemo í þvottavélinni, hélt öllu gangandi og þó maður var leiður þá gat ég alltaf haldið pínlítið í hann sem gerði þetta betra. En 7. meðgangan, hún bara leið, hún leið hægt en hún leið og hjartamagnil, samviskusamlega á hverjum degi. Við sambandið við ektamanninn gat verið svona, við vorum bæði stressuð, við hefðum kannski þurft stundum að tala meira saman, ég var ælandi, allt á fullu. Og maður leiði sér einhvern veginn ekki alveg að vona og maður leiði sér ekki að trúa. En þetta gekk viku eftir viku og svo loksins, það var 7. meðgangan, hún var málið. Ég fékk þá loksins í hendunar litlu hamingjubökuna mína. Litla stelpu sem fæddist með bráðakeisara eins og bróðir hennar. Og ég man bara, fæðingin gekk frekar erfiðlega, deyfingin tókst ekki nógu vel og þetta var alltaf rosalega dramatískt. Og ég var bara, ég ætla ekki að láta svæfa mig, Þú veist, þið vildu taka bara
alveg akút. Ég hugsa bara, ef ég heyri ekki í henni gráta, þá er þetta ekki raunverulegt. Þú veist, missarnir voru einhvern veginn búin að hafa þannig áhrif á mig að ég trúði ekki. Ég eiginlega bara trúði ekki ég gæti átt annað barn. Ég hélt, en þetta var ótrúlega tilfinning, sko. Ég bara neitaði, ég ætla að heyri í henni, ég ætla að heyri í henni, ég ætla að heyri í henni. Og svo kemur þetta hljóð sem að kemur þegar þau fæðast og þetta var bara svona, þetta var ótrúlegt. Þvílík gleði bara í kringum þetta allt. Og allt þess virði þetta á endanum. Allar barátturnar, allt stressið. Ég var orðin 28 ára, búin að hefja 7 meðgöngur, missa 5 og fór 2 börn í fangið. Og viku fyrir eins og sammæli litlu stelpunar, þá komst ég að ég var orðin ófrísk. Og ég man ég fekk svona tilfinningu, oh my god, þetta er alltaf snemmt, gerist alltaf hratt. Og þarna trúði ég náttúrulega svolítið bara á hjartamagnelið. En að því ég hafði líka verið að taka brjóstapillu með, þá var ég ekki alveg viss hvað ég var komin langt. Og hafði ágjörð því að hjartamagnelið hefði ekki verið tekið nógu snemma. Ég trúði bara á mátt magnelsins í þessum aðstæðum sem ég var búin að vera að upplifa. Og það var ekki að ástæðulausu, þessi kvíði fyrir því. Því þegar það var 9 vikna litla rúsínan, þá hljóðnaði hjartslátturinn og ég fór í 7. útskafið í mínu lífi, sem er alltaf erfitt. Maður þarf að fara í svæfingu og orðið segir sér svolítið sjálft. Það gekk allavega á miklu tilfinningalega og líkamlega. Maður var svona svolítið uppgefin. Þannig að þarna tókum við í rauninni, við ætluðum að ræða næstu skref, ég og ektamaðurinn, hvort að við myndum bara láta þetta gott heita. Við vorum komin með 2 yndisleg börn sem að mikið var haft fyrir. En þá líður ekki að löngu, þarf ekki að fara aftur í ákvætt á þungunarprófi. Og þá hófst aftur þessi ferð. Þetta er eins og ferðalag. Þetta er hæðir, lægðir, maður verður spenntur, kvíðinn. Og þarna fór ég auðvitað aftur í eftirlit. Ég er eftir ákveðið marga missa, þá er maðurinn alltaf í áhættumeðgöngu. Og þarna var ég í vikulega eftirliti, það var auka blóðprufa, þetta var þá 9. meðgangan. Og það kom í ljós að mér vantaði auka hormón sem heitir prógesterón. Þannig að ég var að taka hjartamagnil og vítamín og passa allt og passa hitt og gera allt eins og ég gat. Og þá kom það í ljós að ég þurfti að bæta þessu við, sem ég auðvitað gerði, samviskusamlega. Þetta var tafla prógesterón, hét hormónið, sem ég þurfti að skutla upp í vinkonuna með þar til gerðu röri 3 á dag. Oft bara á einhverju random klósetti inn í háskólanum, meðan ég var að reyna að klára námið mitt. Það var mikið lagt í þetta. Og vikulega fór ég líka í sónar til að fá alltaf staðfestingu á hjartslætti, að þetta væri öll baráttan væri þessu virði. Og ég man ennþá alltaf þessa tilfinningu þegar ég settist í stólinn, hélt ég oft niður í mér andanum bara. Og ég vona. Og svo bara, hvað svona blási frá þegar þetta var svona ákveðin upplifun. En þetta gekk í 10 vikur. Og ég man í sónarnum á undan, þá hefur mér sem ekki að heyra hjartsláttinn í gegnum svona snemmsónar. Þetta yndislega hljóð sem heyrist svona fósturhjartsláttur. Þannig að allt í einu viku seinna komið 10 vikur á 9. meðgöngunni. Þá var allt í einu litla fósturinn mitt sem hafði spriklað og heyrt svona fallega hjartslátt. Þetta var allt í einu orðið bara fóstri á leið í rannsókn. Bara einni viku seinna, þetta gerist svo hratt. Maður var alveg, já. Ég var orðin 29 ára og er þarna búin að missa 2 í viðbót eftir stelpuna mína. Og þá bara tökum við, ektamaðurinn, ákvörðun að bara stoppa.
Ég fer á bara getnaðarvörn, ég byrja í mastersnámi, ætlum bara að njóta lífsins sem við þó áttum og við gerðum okkur alltaf grein fyrir því hvað við vorum heppin að geta samt átt það sem við áttum, þó að hver einasti missi sé mjög sár og erfiður. Að þá verði ég hérna þunguð í 10. sinn. Það var mjög óvænt þarna, virkilega óvænt. Og ég bara leyfi þessu að halda áfram, fer í eftirlit og þessi meðganga var rosalega erfið. Ég verð mjög veik af ógleði og uppköstum, mánuðum saman. Og svo samt alltaf þessi von, verður þetta ekki. Stundum var ég næstu komin á það að þetta bara ætti ekki að ganga upp. En líka erfitt, þarna vorum við náttúrulega með hana litla og maður upplifað mikla vanlíðan og kvíða jafnvel og að reyna að sinna öllu eins vel og maður gat, halda áfram í náminu. En við leyfðum bara lífinu að fara sinn gang. Og sem betur fer, því að ég hef aldrei verið jafn þakklátt fyrir að getnaðarvörn hafi brugðist. Því að það endaði þannig, þessi 10. meðganga, að ég fékk annan strák, dásamlegan gleðigjafa í fangið. Algjöran karakter sem kom með fyrirfram plönuðum keisara núna. Eftir 2 bráðakeisara, þegar þetta var komið svona langt, þá ákveðum við bara að ég geti bara valið að fara í fyrirfram keisara. Og það var líka minna stress í kringum fæðinguna. Kannski bara gat ég ekki átt fleiri börn. En þá vildi ég bara fá að vita hvað að. Þetta hafði gengið upp einu sinni og það sami faðir líka með öllum börnunum. Þannig að þetta var einhvern veginn, ég vildi bara fá út af því að, þetta að. Það var þessi óvissa og í rauninni líka í kringum dulin fósturlát, finnst mér. Öll mín fósturlát hafa verið dulin og það svona einhver svikul von í þeim út af því hvernig líkaminn virkar. Það koma engin merkjum á þess að missa. Allt í einu bara slokkna hjartslátturinn. Og sérstaklega þegar ég fór að fara í þessi vikulegu skoðanir til að bara eftir að ég var búin að missa oft, þannig að auki eftirlit í áhættu meðgöngum, að þá var þetta oft, af hverju bara slokknar þetta allt í einu? Hvað getur maður gert? Maður reynir að gera allt. Af hverju, gekk að þarna en ekki hér? Ég tók hjartamagnil og trúði á það og það brást og þetta var svona svolítið vonleysi stundum. Við gengum í gegnum þetta, eins og ég sagði, allt saman. Við eigum að sami faðir af öllum börnunum sem ekta maðurinn, Stefán. Við upplifðum þess að missa held ég mjög ólíkt. Hann gat alltaf bara farið í vinnuna og fannst örugglega bara betra að hafa mikið að gera, verið í öðru umhverfi annað að hugsa um. Ég tók þetta mikið inn á mig. Við höfum alveg rætt um það eftir á, þegar árin líða og maður sér þessa reynslu ekki í öðru ljósi. Þetta er alltaf hluti af mér, þessi upplifun og þessi reynsla og honum, auðvitað líka, að við höfum rætt um það seinna, svona eftir að börnin fóru að eldast, hvað við hefðum kannski mátt tala meira saman, styðja hvort annað öðruvísi, stundum bara ræddum við þetta ekki þegar við sátum kannski saman í stofunni og allt í einu var ekki hjartsláttur og þá situr hann bara þögull og ég stíf í sjokki eða eitthvað, svo förum við. Ég kannski fer heim, ég grét stundum bara á leiðinni í bílnum, stundum 2 dögum seinna, stundum var maður bara dofin og hann einhvern veginn gat alltaf farið beint í vinnuna og leið greinilega bara vel að geta komist í annað umhverfi. Þú átt 3 börn, þú 10 meðgöngur. Lítur þú svo á að þú hafa misst 7 börn? Sjö börn. Hvenær verður fósturbarn? Já.
sko, bara með jákvæðu þungunarprófi, þá ertu komin með von. Þú ert komin með hugmyndir lítið líf, litlar tásur upp í rúmi, þú veist, fjölskylduferðir, myndatökur, alls konar stundir. Maður komin með, hugurinn fer ósjálfrátt strax á flug og allavega það mín persónulega reynsla, þó ég myndi aldrei tala fyrir aðra, að það fer eitthvað ferli strax í gang og þú upplifir að það eitthvað að fara að gerast. En ég hugsa að það svolítið erfitt að svara því. Þetta samt svo stórt, þó þetta sé, suma konur líta kannski svo á að fóstur bara fóstur og barn eftir ákveðin tíma af meðgöngunni. En mér finnst þetta bara tilfinningalega og innra með þér, þá þetta svo sterkt að ég held þú ert að missa miklu meira en bara fóstur. Þú ert að missa hugmyndir breytt líf, ný tengsl og eins og ég upplifði að því ég átti fyrsta barnið það bara skaust einhvern veginn í lífið mitt, þá líka alltaf þessi hugsun systkini. Eru þau líka ólík? Hvernig verður þess, barnið mitt sem stóri bróðir? Þarf að breyta húsnæðinu? Erum við að fara, lífið verður aldrei eins eftir að maður fer að eiga barn. Þessi 10. meðganga, 10. og síðasta meðganga, var reyndar ótrúlega aukalega dramatísk. Því þegar ég var komin fyrir utan öll mín veikindi með uppköstin stanslausu, þegar ég var komin 8 mánuða á leið, þá fer Stefán í fótbolta, eins og svo oft áður, og kemur bara ekki aftur heim. Og þarna varð rosalega erfitt ferli komið í gang, því að hann daginn eftir, þá bara hrundi hann niður í fótbolta, var bara náhvítur í framan, og daginn eftir fer hann, 33 ára gamall, fílhraustur maðurinn, í bráða hjartaskurðaðgerð. Ég kom 8 mánuða á leið í algjöru rugli þarna og þetta var mjög erfitt sumarið 2014. Og já, þetta var rosalegt. Ótrúlega margar tilfinningar sem að koma svona upp aukalega. Þetta var einhver 6-7 tíma aðgerð sem að maður vissi ekki neitt. Og ég man að ég var alveg, þarf ég að segja börnunum mínum að þau ekki pappa á morgun eða fær barnið sem ég að ganga með og ég hélt reyndar að, sem betur fyrir endaði svo saga vel, en fær það kannski aldrei að hitta pappa sinn eða kynnast pappa sínum. Já, þetta ár, þetta 2014, það gekk á ýmsu, Mér fannst lífið oft ótrúlega ósanngjarnt á þessu ferðalagi sem að missarnir mínir hafa verið. Svo var ég alltaf líka rosalega þakklát fyrir það sem ég átti. Ég trúði því oft þegar ég var að ganga í gegnum eitthvað sérstaklega erfitt áður en ég átti barn númer 2 til dæmis. Þegar ég hélt að ég gæti bara ekki, hann gæti ekki fengið systkini, það væri orðið eitthvað að. Þá trúði ég því virkilega enginn gæti elska barnið sitt jafn mikið og ég. Því ég fann svo mikið hvað þau gefa mér. Og ég þakklát fyrir það, alltaf. Og gerir mig grein fyrir því að ég heppin, þó ég hafi gengið í gegnum erfiða hluti. Og það mun alltaf vera hluta mér að þó ég 3 yndisleg börn, þá á ég samt líka 7 blikandi stjörnur á himni sem fylgja mér alltaf.